Ég veit að þú ert ekki að tala mikið bara hvaða viðskiptavinni þú ert með eða svona verkefni en það eitt sem að verkefni sem að stendur þér og okkur bara nærri hjarta og við getum nú aðeins fara inn á það, það ekki? Nýjustu herferðina sem varst að lánsa. Við getum eiginlega ekki gert það sko. Ég fæði bara strax svona að mér þykir svo rosalega vænt það. Já, það ný sería, það nýtt stúdíó, það í raun nýtt vörumerki, en stærsta breytingin hérna í seríu 2, það líklega að það nýr þáttastjórnandi. Yey! Arna Þorsteinsdóttir. Já, ég svo spennt. Já, ég ekkert... Það verið geggjuserja. Já, ég búin að vera ekkert eðlilega spennt og bara svo gaman eftir að þú ákvaðast að koma í þetta konsept með mér. Já. Ég alltaf að fara eitthvað lengst út fyrir þægindaraminn og kemur í svona aðstæðir. Já, þú talar reglulega að alltaf fækka verkefnum. Ég hef ekki ennþá séð það gerast. Nei, einmitt. Og þetta einhvern veginn sem átti bara að vera lítið verkefni strax verið að vinda ansi mikið upp á sig þetta hjá okkur. Já, það virðist elta mig að það þarf alltaf einhvern veginn að verða stærra og en það bara hluti að við leikar hlutina vel líka og það það sem að við munum 100% gera saman. Það held ég nú. En fyrir þá sem að þekkja þið ekki, þá vorum við svona eitthvað að velta fyrir okkur hvernig við ætlum að kynna þig fyrir hlustendum og í staðinn fyrir að vera í rauninu með einhverja formulega kynningu og telja upp starfsferilinn og hvar þú varst í framhaldsskóla og allt þetta. Það ætlum vel að bara benda fólki á að kíkja á LinkedIn og endilega, Instagram. Finnið Örnu Þorsteins á LinkedIn og ég búin að opna Instagram mitt í fyrst skipti í lífinu held ég og þú er influencer, public figure. Alltaf gerast. Og bara endilega skoðum við þar. Það alveg bæði glansmyndin af lífinu og alvöru myndin af lífinu og allt þar í bland. Já, það bara flott. En við ætlum kannski að leyfa hlustendum bara að kynnast okkur í rauninni gegnum seríuna. Við ætlum að hafa þetta létt og við ætlum að vera bara einlegar og tala hluti út frá okkar persónulegu sjónarhornum en við getum kannski byrjað aðeins á að fara yfir hvernig þetta kom til að þú sért orðin með þáttastjórnandi í vörumerki. Já. Það nú skemmtileg saga. Það svo fyndið og magnað í rauninni bara hvað það hafa opinn hug kemur manni á undarlustu staði. Og ég sendi skilabóð á Instagram mitt bara hvort þú vildi kíkja í kaffi og kynnast og þú bara heldur betur líka kannilega með opinn hug og komst daginn eftir í kaffi að því ég var sett nýbúin að opna H9 stúdíó. Já, þetta var í desember. Það var í desember. Ég var einmitt bara ennþá, sækja sófa og stóla og eitthvað. Og þetta var einmitt bara, kemst á morgun að því þú varst að fara í heimsreisu 20 setna eitthvað. Já, akkurat. Ég kem. Já, einmitt. Það kýra á hlutina. Já, og svo bara, leist þér svo rosalega vel á þetta. Ég í heimsreisinu þegar þú sendir á mig og þú verið til. Vildir koma og vera þarna með okkur og svo bara var ég mitt, þú alltaf eitthvað að stúsast í podcastinu og vörumerkinu þínu og maður heyrir alltaf hverju gangi og svo bara lítil samtöl og Já, þetta var einhvern veginn líka strax pælinga að opna stúdíó í þessu rými. Það var ekki tengt mér, það var eitthvað sem þú varst búin að vera með í huga og einhvern veginn lág þetta mjög vel við þar sem ég var með stúdíó heima og var að flytja og vantaði nýjan stað. Þannig að þetta einhvern veginn smallega og svo var ég búin að vera að herða mig upp í að spyrja þig heil lengi og svona var búin að vera í 2 daga eitthvað svona, nú ger ég það og fór eitthvað að herða mig upp í þetta þegar þú segir einhvern veginn bara randomli þegar ég var að tala hvað ég væri svona pínustressi fyrir þessu og eitthvað, fendist svona erfitt að koma hlutunum fram því ég væri bara ein, ég vildi ekki gera solo episode, kannski var ég að hinta því aðeins, ég veit ekki, en þetta var allan eitthvað, þú segir, já, ég væri svo smálega til ég vera með, langar að hafa með þáttastjórnanda, ég bara Já, ég nefnilega ekki búin að vera að peppa mig upp í að spyrja þig. Þetta var ekkert bara, þetta var meant to be. Já, þetta var allt meant to be. Ég held að allt sé búið bara svona að falla í rétta röð einhvern veginn. Bara einmitt, það vorum bara báðar ókslega opnar fyrir alls konar tækifærum og þannig þetta bara búið svona raðast. Já, akkurat. Og það líka bara eins og þetta verður áfram, bara við erum ekki búin að fastmóta þessa seríu eða þetta nýja koncept sem að gera algjörlega, við ætlum bara aðeins að leyfa þess að flæða. Já, ég held að sé aldrei gott að fastmóta neitt heldur. Af því þá ertu búin að takmarka þér líka svo mikið og ég held að það sé kannski alveg eitthvað sem við ættum bara að fara svolítið í einhvern tímann í seríunni. Bara hvernig vörumerki og bara þegar maður er að byrja má bara aðeins
bara byrja með einhverja hugmynd og það sé svigrúm fyrir breytingar. Akkurat. Það er einhvern veginn líka bara rauði þráðin í öllu og það þarf bara að byrja og bara læra á leiðinni. Já. Og þetta podcast er kannski gott dæmi það, byrja í bílskúrnum heima og nú erum við komin hingað og við getum kannski aðeins talaði þetta konsept bara í heildinni, þetta húsnæði hérna á þetta stúdíó sem við erum með. Já, ég fór sjálfstætt í sjálfstæðarekstur 2023, lokars 23, byrjun 24, guð ég man ekki, líður allt svo rætt. Og var alltaf að leita að rými, sem að maður ætti samt svona smá svona íverustað, ætti svona heimili, eða æfattur, svona með hennan smá svona vinnukúltúr og geta dotti í spjall og hugmyndavinnu og fara á eitthvað svona hugarflug og eitthvað svona. Og var búin að prófa að leigja skrifborð og vera á nokkur svona stöðum, taka kaffhúsið en var gjörsamlega ástfangin af einyrkja lífinu mínu, frelsinu og öllu því sem fylgir og ráða mig bara alveg sjálf. En þannig að þetta svolítið fjall í hendur mínar, vissulega var þetta svona smá full circle moment að því ég markasetti allt þetta hverfið hérna. Já. Þannig ég var alltaf að vita af þessu. Og fyrir þá sem ekki vita, þá erum við á Kársnesinu. Já, erum í nýju húsnæðinu í Hafnabraut. Og svo bara smalla allt eitthvað neðin, ég bara svolítið bara ákvað að vera hugrakk í smá stund og skella mér í þetta og fyrir mér var þetta risastórt skref þótti ég hafa alveg verið með risastórt fyrirtæki áður með miklu stærri skrifstofu og miklu fleiri starfsfólki, þá var þetta bara ég með ekkert eitthvað neginn svona enga með mér í þessu svona til að falla á. Þannig að alla ábyrðina og þannig að hér erum við nokkur að leigja saman skrifstofastöðu og erum að búa til svolítið svona samfélag það sem þetta á að vera svona svolítið svona multifunctional, það getum verið hérna með að taka upp podcast þátt eða geta verið að taka upp voiceover yfir auglýsingu eða taka upp hljóðbækur eða vídeoefni í einhverju svona settingi eða ef að vantarlega fallegt fundarými fyrir aðalfund eða bara ef þú ert að pizza fá einhvern kuna og þetta er svona og það er svona svo er bara eitthvað svona, það er einhver orka en ég veit, það er svo asnalegt að segja þetta en það er eitthvað svona allir, þetta er bara svona you had to be here í moment. Ég veit það, þetta er, maður getur ekki komið sér orðnum og þú farið að finna þetta bara. Þú veist, ég veit ekki hvort það er hljóðvistin eða bara nálæðin við sjóin eða eitthvað. Það er allavega, ég verð dálítið þreytt sem kannski get sérstaklega heppilegt þegar maður er að koma til að vinna að verða svona slakur. En ég fæ oft bara svona tilfinningu nú þegar búið að vera rosa mikið að gera og mikið að ganga á og svona, þá hugsa ég eftir bara mér langar eins að komast nýri vinnu að slaka á og það er mjög margir sem að upplifa það. Já, ég held það er einhver svona róið, það er eitthvað svona eins og að segja tekið svolítið utanum hann af því ég er alltaf í einhverjum milljón verkefnum og ofsarhlaupum af því ég er bara þannig gerð greinilega en hérna fæ ég eitthvað aðeins meiri svona senn moment þannig að ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er nú líka andrúmslofti sem við vorum að leggja upp með að skapa hérna í þessu stúdíórými, þessu podcastrými. Já. Og náttúrulega skiptir máli sérstaklega þegar við erum að tala mál eða erum með viðmælendur sem eru ekki vanir að koma í viðtöl og svona, veist, að maður í rauninu gleymi bara að maður sé með mikrofónu fyrir framan sig og sé að tala eitthvað sem að, þú veist, þegar þið líður bara vel og þið líður bara eins og sért í stofunni heima hjá einhverjum, þá opnar þið frekar en að sitja á einhverjum barstól með ruslapóka, teipaðan og gluggan einhvern veginn, getur ekki beðið eftir þetta búið. Hérna bara einhvern veginn sest maður niður og slakar á. Já, bara séum bara heima hjá góðri vinkonu einhvern veginn. Þetta er svona, og þú veist, og bara við erum með húsgögn hérna frá Tech sem að er náttúrulega bara í miklu upphaldi hjá okkur báðum. Já, og ég held, þú veist, Tech-stúdíóið heima. Já, einmitt. Kom hluti að þeim. Þannig að þeir fengu að fylgja með. Já, bættist aðeins við og þetta er bara ótrúlega, ég er ekkert smá ánægð með þetta rými. Já, ég líka. Klára þetta 100% með gardínunum sem eru leiðinni og vera svo fallegt þá á þetta eftir að vera og sko gamla ég að því ég er alveg með smá fullkomnur áratu að ég hefði til þess aldrei verið búin að byrja ég væri ekki byrjuð að taka upp eða neitt að því að rýmið væri ekki tilbúið. Akkurat. En bara nýja mantra mín sem ég bara lifi eftir okkur með stegi er að bara byrja og gera það svo vel það hefur bara hjálpað mér svo geðveikt mikið þú veist af því að það hefur fólk komið nú þegar og verið bara vá, þetta er geðveikt og halda þetta sér tilbúið með ég er í hausnum og mér bara
ekki fara gardínunar, ekki þannig vantar þetta, vantar hitt en það bara skiptir engu máli, það er bara væpið, skilur það er nokkulega þannig og þetta ég held að það sé mjög margir bara með verkefni sem þeir eru að bíða eftir að byrja og þangar til þessu alveg tilbúinir eða þangar til þessu, ég bara tala út og sérstaklega konur því miður ég tala út frá minni reynslu bara með podcasti ég frestaði því svo lengi að því ég var að bíða eftir að ég yrði orðintæknumæður og ég væri búin að læra að klippa og ég væri búin að undirbúa mig og vel það gerist bara aldrei þú þarf bara að byrja, eins og við segjum við erum örglægt að tunglast aðeins á þessu gegnum seríuna en það er þetta bara en ég held að það sé svo gott til að bara sína öðrum hvað maður er mannleg, hvað þetta er eðlilegt og það flest allir sem eru ekki með þetta bara eins og núna, þessar græjur sem við erum að taka upp á ég held að við kunnum rétt svo á kannski 3 takka ég kann heita rekka og ég kann að kveika slökka that's it og samt erum við hér með heilt podcast skilur við, þetta er bara komið sér stað já, þetta er alveg smá svona flashback að koma inn aftur og setjast fyrir frá mækina, það er náttúrulega liðin langur tími síðan að ég var hérna síðast nennir aðeins að spóla tilbaka nennir aðeins að segja mér síðasta þætti og þar sem við erum komin núna nennir aðeins pínu að segja mér bara svona hvað er búið að gerast síðan ég fór í jólafrí ég endaði síðasta þátt á að segja bara nú ætla ég að fara í smá jólafrí ná andanum og hérna svo kem ég bara aftur hérna sterkinn í byrjun janúar minnum að mér hafi lofað hvað er júní ég má maður aðeins en ég get samt kannski ekki sagt að ég hafi verið með þarna upp í loft sko allan hann tíma það er búið að vera mikið að gerast það er eiginlega bara lífið búin að taka smá uppeyju síðast en hérna ástæðan fyrir því kannski að bara svo ég segja það hreint út af því við ætlum nú að vera bara einlegar og opnar með þetta og ég var það í síðustu seríu varandi veikindurinn af mömmu sem að lituðu svolítið bara allan þennan tíma sem ég var að taka þetta upp hún sem sagt veiktist mjög alvarlega daginn sem að fyrstu þættirnir komu út fór hann í aðgerð sem að bara gekk ekki nógu vel og einhvern veginn, ég talaði reglulega þetta og svo þegar kom að því að ég ætlaði að fara að byrja upp á nýtt þá einhvern veginn tengdi ég þetta svo mikið við þennan tíma bara það að ná í mikrofónuna bara, þú veist, opna forriti í tölvunni ég fekk alltaf bara svona hálfgert flashback bara þegar ég var upp á spítalaði meðan óttarinn að vinna þetta og einhvern veginn ítti þessu alltaf frá mér og ég held að þetta hafi bara verið svo rétt ákvörðun að í fyrsta lagi færa stúdíóið, koma nýjan stað breyta aðeins, konseptið er ekki breytt en þetta er allt svona, þetta er komin nýtt lúk og þetta, að þú sért komin með mér í þetta er bara allt annað þannig að ég finn ekkert fyrir þessu lengur en þetta var alveg bara svona það er ekkert svo langt síðan ég áttaði mig á þessu að þetta væri ástæðan í rauninu fyrir ég væri búin að fresta þessu svona lengi, ég tengdi þetta bara svo rosalega við það er samt líka svo mikill styrkleiki að geta séð þetta og bara hvað get ég gert til að hverju get ég breytt þú bara ég er til í að opna huga minn að fá aðra með mér í þetta eða annan ég er til í að fara annan stað að vera opin fyrir svona en ekki vera bara fastmótuð bara nei, svona ætlaði ég að gera þetta og svona verður þetta en vera samt þá í einhverju skiluru drullupitt með þetta bara svona ekki að njóta þess að neitt nátt en það var samt í rauninni bara eiginlega nóg, eða svona eye-opening moment bara þegar ég áttaði mig á, þetta er ástæðan fyrir mér og finnast þetta svona erfitt bara, ég var alltaf bara, af hverju er ég alltaf að fresta þessu af hverju sæst ég ekki bara niður og byrja einhvern veginn aftur en svo var það líka það mér, ég talaði líka það í allir henni seríunni vörumerki mitt sem að í rauninu verið ég stofnaði þetta podcast utanum mér fannst bara alltaf mjög erfitt að einhvern veginn byrja að tala þetta og vera ein það þarf samtal, ég nenni til dæmis eiginlega ekki að hlusta á solo-episodes hjá öðrum þar sem að ég bara eitthvað eitt þáttastjórnandi bara svona tala í einhvern veginn, það bara er ekki samtal þannig að ég held að þetta verður miklu auðveldara núna þannig að ég er bara spennt og mögulega mun ég tala eitthvað vörumerki mitt í þessari seríu sem ég gerði ekkert síðast ég vona það og ef ég get til dæmis verið eitthvað að hjálpa þér og við getum verið að tala það svona þannig að aðri getur verið að hlusta á okkar samtöl þá var það líka mjög næst. Og þú veit með þitt, með Háni í stúdíu og allt það sem að... Og all hinn. Já, við getum nú kannski... það væri heil sería að fara yfir allir þessi vörumerki sem þú ert að vinna að. En ef við kannski aðeins að... Viltu segja eitthvað frá því, þessum verkefnum sem þú ert að vinna að? Þú ert með þitt eigið fyrirtæki? Já, ég smá viljandi ætla kannski ekki mikið að tala það. Af því að ég er rosalega bak við tjöldin og tók þá ákvörðun
að ég vinnir hún ekki fyrir hvert sem og ég vinn fyrir fáa kúna og og bara með frekar sterkan kúnahóp þótt hann hafi kannski stækkað aðeins meira en ég ætlaði mér. Já, þú ert með mjög stóru vörumerki. Já, ég er með stóru vörumerki og bara mjög flotta viðskiptavini sem að ég setti mér náttúrulega svona ákveðna reglur fyrir með hvernig og hverjum ég myndi vinna með og bara allan so far hefur það gengið mjög vel. Já. Og þannig að meðan ég þarf ekki að fara að auglýsa mig og segja frá og fá einmitt allt í einu holskeflu af fyrirspurnum þá ætla ég smá að fá að halda þessu bara baka tjöldin. En við getum, þú veist, það ekkert leyndarmál og þú ert með markaðsráðgjöf og ert markaðstjóri til leigu í raun og veru eins og þú kallaði þig. Já, ég er raun markaðstjóri á nokkrum stöðum og kem líka inn svona í bæði svona ákveðin verkefni í x langa tíma eða kem einhver á stað og bý til kannski svolítið svona launchplan og þá kannski tengi þó aðra aðeila sem koma svo inn í verkefni og ég bara stíð til hliðar. Svo ég náttúrulega líka í stjórnum þannig að það eitthvað sem að ég hef svolítið farið út fyrir mitt komfortzón með til dæmis og læri sjálf það fyrir mér bara risastór skóli þannig að mér finnst rosalega gaman að fá líka verkefni þar sem að ég að læra rosalega mikið af. Já. Og en geta sama tíma líka gefið svo mína kunnáttu. Það er það sem ég hef lært þig. Þú ert alltaf að safna þér meiri kunnáttu. Já. Og þú ert alltaf einhvern veginn allan að því sem ég sé svona skrefa undan í svona mörgum bara varðandi tækni og varðandi gervigreindina. Þú ert einhvern veginn, þú ætlar ekki að verða eftir á í neinu. Augljóslega ekki. Ég þarf alveg að taka þig til fyrirmyndar í þessum málum. Já. Ég bý líka spennt eftir gervigreindanámskeiðinu. Já, einmitt sem kemur einhver tíman. Nei. Í lausa tímanum. Já, nei, mér finnst, ég er rosalega fróðleiksfús og mér finnst líka það sem ég gerir, það er svolítið erfitt að finnast það sem maður gerir vera svona gaman af því að ég veit oft ekki hvenær þetta áhugamálið mitt og hvenær ég í vinnunni. Já. Sem náttúrulega ástæða fyrir að maður bara svona krassar og allt það. Það er líka erfitt að geta ekki skilið eins að. Já, og ég er bara ótrúlega duglega að fara á fyrirlestra og fara á ráðstefnur og svo finnst mér líka gaman að kynnast fólki og þannig að ég er bara, mjög duglega að bara læra hluti sem að ég kann ekkert Ég veit að þú ert ekki að tala mikið bara hvaða viðskiptavinni þú ert með eða svona verkefni en það er eitt sem að verkefni sem að stendur þér og okkur bara nærri hjarta og við getum nú aðeins fara inn á það, er það ekki? Nýjustu herferðinu sem varst að lánsa við getum eiginlega ekki gert það sko. Ég fæli bara strax svona að mér þykir svo rosalega væntið það en við erum sett að tala hvernig atkvarðið og rjóðumunstrið. Þetta fylgjast með þessu hvernig þú búið að springa út síðustu dag þetta er magna, bara til hamingju með þetta. Takk. Hvernig kom þetta til og bara getur sagt okkar aðeins frá þessari hugmynd og hvað þetta koncept snýst? Sko, þetta snýst sér satt það að við erum að vekja athygli á svona ofbeldismynstri og birtingamyndum þess og við höfum verið að vinna sér síðastliðin 2 ár með bara skilaboð sem heitir þekktumynstrið. Það því við viljum það því að mynstrið, ofbeldismynstrið er oft svo dulið og flókið og það ekkert fyrir hvern sem sérstaklega eins og aðstandendur að átta sig á og líka fyrir konur sem í ofbeldissambandi átta sig á því að þær séu annarkvort í því að því að svo koma góðu dagurinn á milli og allt í bara svona í þessu honeymoon phase eins og það er kallað og svo allt í einu og þú kannski áttur ekki að því hvort þú sért í fjárhagslega ofbeldi eða andlega ofbeldi eða það því margar teljaðar eiga bara rétt á kannski að koma þegar þetta er líkamlegt ofbeldi og og svo bara komin svo margar birtingamyndir ofbeldi eins og stafrænt ofbeldi sem bara eiginlega svona bara rosalega erfitt að það getur fyllt þér út allt og en rjóðumunstrið sett meira kannski svona vitundavakning og ákall og við fórum ég datt inn á sko þessi hugmynd búin að vera í bígerð í langan tíma og fekk svo ótrúlega góðan hönnuð til að hanna með okkur uppskriftina sem við vildum að myndi svolítið svona endurspegla bara brandið okkar uppskriftina af lopapeysunni og en núna viljum við setja að því að það handverk að prjóna rosalega valdablandi og
og ég veit ekki, ég kann varla að prjóna en hvað mig góður, hvað ég veit mikið prjón í dag. Ég er búin að lesa held ég svona 5 mastersritgerðir prjón og alls konar rannsóknir og bara að prjóna. Já, þannig að þeir eru stressið eða annað, það bara prjóna. Getur hans farið yfir svona helstu niðurstöðunar úr þessum, við taka kortir í það. Já, við ákvæmst bara, ég ætla að reyna að segja þetta stuttu máli, en það var sett ákveð að fara í þessa átt að tengja saman svona, neikvætt og dulið mynstur og svo rosalega jákvætt og valdablandi mynstur og tengja þessa kontrasta svona saman. Og þegar við erum að hanna svo prjóna uppskriftan sjálfa með tinnu, að þá við höfum verið að vinna með svona bylgjulínur í okkar vörumerki. Þannig að við vildum auðvitað fá það svolítið inn í peysuna og svo að því ég vil alltaf fara með þetta eitthvað lengra þá völdu við svona að hafa kontrast í litunum í mynsturinn, þetta er 2 lita peysa en svo náttúrulega getur fólk gert þetta að sinni algjörlega. Ég er búin að sjá að sumir alltaf gera röndótta á, aðrir alltaf að gera þetta síða og aðrir kroppt og þannig að já, þetta er algjörlega búið að springa út og við erum bara, ég bara fór að gráta smá þegar hún lansaði, bara úr gleði og stolti og líka bara geðsræringu að þetta búið að vera náttúrulega bara rosalega vinna á baku þetta. Ég er ekki með heila auglýsingastofu á baku mig, ég er auglýsingastofan basically. En ég er náttúrulega með að hafa samband við bara örugglega fleiri 100 manns til að vera með í þessu og svo bara allir og svo allir til að hjálpa og allir til að vera með, maður þarf bara að þora að spyrja, vita hvert maður að leita, bara ótrúlegasta fólk búið að aðstofa, búin að fá bara svo mikið af flottu fólki til að hjálpa okkur og vinna að þessu með okkur og bara, þetta er bara svona, ég er bara rosa meir. Ok, en úr einu í annað, Margrét, þannig að segja mér núna þess frá vörumerkinu og hver er staðan, og glemdi þið alveg á hann. Vörumerkinu mínu? Já. Einmitt. Ég ætla að vera svo rosalega duglega að tala og fór svo bara skautaði framhjáði aftur eins og ég sé að forðast þetta. Nei, þetta er ég er ekki komin jafn langt og plani var, það er auðvitað bara típist fyrir svona frumkvöldlega starfsemi. Rétt. Upphaflega áætlunin gengur, ég held ég hafi aldrei hitt neitt sem er bara með eitthvað plan og það gengur allt bara smurt. Þetta er svona. Og ef við komum þetta með það þá má sá hinn sami hafa samband við okkur. Já, bara gefa sér fram. Nei, staða núna, hún vissulega margt gerst síðan skildi við. Já. En ég var aldrei búin að tala almennilega hvers konar fyrirtæki eða vörumerki þetta væri. En ég svona aðeins byrja að tísa inn á þetta á Instagram og svona að þetta er þess að skartgripamerki sem ég ætla að gefa út og ég er búin að gefa upp nafnið sem að þetta heitir semst Avelin Rey. Já. Og ég mun bara koma betur inn á allt konseptið og nafnið og allt þetta í seríunni síðar og einhvern veginn það er svo margt sem ég langar að ræða í kringum þetta. Ég fór til Ítalíu þarna í janúar. Já, þá byrjaði ég held ég að fylgja þér með þessa. Já, nei janúar. Í desember þá, ég var að undirbúa þetta bara og var að fara. Alveg rétt. Svo þegar þú komst heim þá var ég akkurat að koma heim. Þetta var eitthvað þannig, já. Já, ég fór semst á vörusýningu þarna úti, svona stærstu skartgripasýningu bara heims og ég var búin að vera þá í að vera 6 mánuði að reyna að finna rétta byrgjan eða rétta framleiðandan fyrir mig. Okay. Ég er með bara svo rosalega sterka mynd af því sem ég er að leita að og kröfurnar sem þetta þarf að uppfylla. Já. Þannig ég var búin að eyða svo miklum tíma, svo miklum peningum, ég fá alls konar pröfur, svo þurfti að laga eitthvað smáatriði, þá þurfti ég að bíða í margar vikur til að fá aðra pröfu, svo var þetta, bara festingir á eyrnalokkunum var ekki rétt, liturinn var ekki alveg réttur, steinarnir var ekki rétt sett, þetta var alltaf eitthvað svo smá breytingar. Okay. Og einhvern veginn, þetta var svo tímafrægt og dýrt þannig að ég hugsaði bara eina leiðin er fara út hitta bara marga á einu bretti. Já. Og hvernig fannstu þessa sýningu á Ítalíu til dæmis? Þetta er í rauninni bara svona stærsta sýningin í þessum bransa þannig að það er svona aðeins komin inn í þennan heim þá vita allir hvað þetta er sko. Og já, þetta er bæði vörusýning og svo er þetta bara stór merki sem er að sýna bara nýjustu línurnar og þetta var ótrúlega upplifun sko, jú. Ég er með svo mikið af efni sem ég þarf að sína og bara hlutirnir sem ég lenti í hvernig þetta lænast upp, hvernig ég hitti til dæmis, ég fann rétta byrgjan og það er alveg mögnuð saga sko. Og einmitt bara merkjum það bara hvernig hlutirnir eru fyrirfram ákveðnir og hvernig
ekkert tilviljun sko, lagt til að segja frá því. Já. En síðan þá hefur þetta gengið frekar hægt. Það er bara búið að vera mjög mikið í gangi bara hjá mér persónulega og ég er að flytja, var að skilja þannig í byrjun árs líka þegar ég fór út og einhvern veginn, þetta bara fór alltaf hvolf og þessi vinna fór svona aðeins, ég fann það bara þegar ég var farin að ætla að græja þetta, þegar ég var búin að gera allt hitt, komin upp í rúm bara kannski miðnætti, þá ætla ég eitthvað að fara að senda posta, þá fann ég bara svona, nei það er ekki svona sem ég vil vinna þetta, ég vil bara gefa mig alla í þetta, ekki vera að gera þetta í einhverju svona auka tíma bara svona hinga og þanga, þannig að núna finn ég að þú veist, ég er bókstaflega að skila gamla húsunum mínu bara lyklunum á morgun og þetta er allt bara að setjast og núna get ég fara að einbytta mér og ég er ekkert eðlilega spennt. Þannig að ég er bara komið með 3-4 pröfur sem eru bara tilbúnar og fullkomnar í rauninni. Þannig að næsta skrifa bara henda þeim í framleiðslu og þannig að það er alltaf gerast. Já, þannig að það er margt spennandi framöndan. Já, heldur betur. Það er svo mikið spennandi og líka bara hjá okkur í þessu hlaðvarpi. Já, í þessu ævintýri. Já. Heldur betur. Það er náttúrulega þessi sería lítur ekkert eðlilega vel út. Bara búið að stækka miklu meira en við ætluðum okkur. Já. Við vorum fyrst að tala einhverja 8 þætti, fyrsta seríu. Ég held að við sem komin í lágmark 12. Vonandi. Ég held hana, sko, en bara þau sem eru að koma í þessar seríu, ég er persónulega mjög spennt og ég held að markhópurinn eða þau sem eru að hlusta á þessa seríu og vilja sérstaklega þau sem eru að læra eru kannski sjálf í ferli að stofna sitt yfirmerki eða er að stækka sitt yfirmerki eða gera sitt persónulega yfirmerki mitt. Að ég held að ég held að margir muni nota fróðleik frá þessum aðlum. Það held ég, þau eru alltaf á svo ólíkum sviðum og með ólíkar frásagnir og við erum einhvern veginn að velja þættina út frá umræðu, efninu og svona, frekar eldur en endilega viðmælandunum í raun og veru. Akkurat. Og svo er þetta líka bara svo gott að hafa þessa fyrstu seríu sem viðmið af því að gögnin sína bara mjög augljóslega hvaða þættir voru vinsælastir og svo eru líka bara fylgjendurnir mínir, eða núna okkar, á Instagramin til dæmis voru mjög duglega að senda feedback og ég bara átti oft mjög góð samtöl og þau voru ofta að senda mér bara hvað þeir fengu út úr þáttunum og svona og maður auðvitað bara lærir ótrúlega mikið á því að gefa út svona fyrstu seríun og við byggjum aðeins á henni. Já. Og svo er þetta nú líka þannig að þetta er konsept sem er að stækka og og þú fegst meðal annars styrk. Ég fekk styrk. Já, kannski segir aðeins frá að því mér finnst alveg magnað þegar þú sagði mig fyrst að þú hefði fengið styrk fyrir hlaðvarpi. Ég bara hugsaði bara hvað snillingur ertu. Já, fyrir sko hlaðvarpinu í rauninni fekk ég ekki styrk fyrir hlaðvarpinu per se, heldur bara sem konseptinu í heild sinni. Þó ég hafi fengið styrk fyrir þessu afmarkaða verkefni sem var sería 2, þá er konseptið vörumerki hugsað til að stækka út fyrir hlaðvarpsformið á endanum, bara eins og við erum að sjá fyrir okkur og munum kynna setna, en við ætlum ekki að fara fram úr okkur, þess vegna byrjum við á þessu. En við erum bara rétt að byrja og svo kemur allt hitt. Já, en ég fekk styrk frá menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytinu úr sjóði sem heitir Örvar. Ég veist ekki eins og hann var til. Nei, þetta er nýr sjóður, ég held að ég hef verið bara í úthlutun númer 2. Ok, vel gert. Já, þetta er einhvern veginn bara, mér fannst þetta þarf semst að vera verkefni sem að fellur undir einhverja af þessum flokkum, menningu, nýsköpun eða menntun. Já. Og mér fannst bara þetta koncept falla undir alla þannig, ég ákvað bara að slá til og þetta var mjög góð jólagjöf þegar ég fekk þannig post að ég hefði fengið þennan styrk og þetta er styrkur semst til bara tækja kaupa og til að byggja upp þetta samfélag sem ég sá fyrir mér. Já. Þannig að við þakkum þeim fyrir og bara hvetjum alla sem eru í einhverjum svona... Já, við þurfum að kynna okkur hvenær næsta útlötu verður svo getum kannski frætt frumkvælana sem að vera að hlusta. Já, og við þurfum í rauninu bara að kynna okkur líka betur hvað við getum sótt því að þetta er eini styrkurinn sem ég hef sótt og ég veit ekki af hverju ég hef ekki sótt fleiri fyrst að þetta gekk svona vel. Nei, sko ég hef sótt áður styrk, ég man ekkert reynda hvað það hét, en ég fekk allan að neitun, mér fannst ég verið með mjög flotta hugmynd og ég fekk mér þess að sko konu til að skrifa að því að styrtarformi þarf alltaf að vera eitthvað svo ákveð og vel gert og eitthvað svona lykilorð sem maður þarf að hitta og eitthvað. Ég skal hjálpa þér. Já, ég fæ til næst í þetta. Nei, ég er nú engi sérfræðingur í þessu en þetta var ekki flókið svona ferli minni mig. Ég man ekki einu sinni. Geggjað. Man ekki. En talandi styrtaraðila, þó við séum nú ekki með styrtaraðila í þessu. Nei, við erum með samstarf. Já, við erum í samstarf við erum okkar aðila og við þurfum nú að
ef við kannski segja fyrst aðeins frá því hvernig við erum að velja þegar við erum að því við erum með hlaðvarpsþátt sem að tala vörumerki og við erum að fara að tala hvað eru góð vörumerki og hvernig virkar þetta allt saman. Hvernig byggjum maður upp traust og trúveruleika. Þá höfum við þurft að vanda okkur kannski svolítið svona ekstra vel, myndi ég segja. Og við fórum alveg bara þó nokkuð vinnu á bakvið að bæði upp þetta myndi passa við okkur sjálfar og fyrir þá sem verða að hlusta og fyrir vörumerki sem í samstarfi með okkur. Já. Þetta var alveg svona, þetta var ekki bara eitthvað að henda í post bara viltu sponsa okkur? Nei. Við erum alveg búin að leggja gríðarlega vinnu og vanda okkur að mér finnst mjög vel. Og eins og bara við erum búin að tala þá viljum við frekar bara sleppa því að vera í samstarfi við eitthvað fyrirtæki sem ekki, hvað segir maður, hver íslenska orðið yfir authentic, bara, sem raunverulegt svona við myndum aldrei vera með heilnæmt. Við myndum aldrei vera að auglýsa einhver drikk sem okkur finnist bara ógeðslega vondur. Nei. Þetta ekki þannig. Þannig að ég vil bara að hlustendur viti allt sem við erum að segja sem við erum í samstarfi með, það raunverulegt og þetta vörumerki sem við notum og þekkjum og treystum tengjum, og mælum, borðum, elskum. Já, þessi listi sem við skrifum niður það var við fórum alveg yfir í uppáhaldsnammi tegund sko. Og hún hérna hjá okkur. Hún hér. Bingokúlurnar góðu og æðibitarnir og þannig að við erum sérst í samstarfi við Góu. Það fyrst í samstarfsaðlis Þannig að verði okkur að Góu. Verði okkur að Góu, já. Ég komst nú að því að við byrjum að taka upp og það ekki hentugt að vera með bingokúlur upp í sér. Nei, það ofta ekki sniðt. Það eru hérna fyrir eða eftir upptöku, ekki á meðan. Bara hlustundum til hagsbóta. En ég nota til mér, eins og ég elska æðibita því mér er ekki svona ofhefi. Þannig að þegar ég að gera veislubakka og eitthvað og það verður svo fallegir að þeir eru með þessu kókosu stráði yfir og gerir þetta veislubakkar svona geðveikt djúsi einhvern veginn en samt ekkert flóknar en bara æðibitar. Nei, akkurat. Og líka svona kassi með fullt af æðibit mín, þetta ekki það dýrt sko, maður kaupir eina plötu og súkkulaði, rándýrt með við hvað maður fær einhvern veginn valjú fyrir penningin í þessu. Við erum alveg tím Góa sko. Svo það að fara yfir í skór.is minnst það. Já. Við erum alveg búin að vera núna, ég er búin að lifa núna í skóm sem ég tók fyrir myndatökuna. Og ég náttúrulega bara ekki búin að, þetta var vandræðalegt sko, ég ekki búin að fara úr mínum. En já, þau voru náttúrulega komið inn þannig í lok síðustu seríu og við vorum náttúrulega ánægðir að þær vildu halda áfram í samstarfi við okkur. Hérna í Þegar þau byrjuði síðustu seríu, voru þau þá ennþá S4S eða voru þau búin að skipta yfir skór.is eða þau eru búin að vera í svona smá rebranding. Mjög áhugavert sko. Mjög áhugaverði. Já, og þetta var bara svona tilraun sem að þau voru með í rauninu með S4S. Nei, ég var í samstarfi við skór.is en það var í rauninu bara við skóna. En núna þetta orðið, þetta risa batteri sko. Bara núna sett skór.is orðið svona eins og overheadið. Raklífin bara yfir. Fullt af og svo koma kaupfélagið og Nike Air og bara Air.is og Ellingsen og Lindex að nýjasta. Þar sem við þurftum aldeilis að geta ofan okkur hattinn. Segjum það ekki, geta ofan í sig hattinn. Geta hattinn sinn held ég. Geta hattinn sinn, eitthvað. Við þurftum allan að Já, við getum svo sem alveg sagt frá því að þegar við hittumst og fundi vorum að ræða þetta samstarf þá stungu þær upp á því að við myndum taka Lindex aðeins inn í þetta og við horfðum okkar þar að bara svona Lindex nei, við erum ekkert fyrir fötin úr Lindex en það náðu nú að plata okkur að kíkja á þennan búðin opnaði reyndar, það fórum við bara upp á lagar að við vorum að leita að bara fyrir myndatökuna bara svona tímalausum og klassískum fatnaði Já, bara long story short, við þurftum að geta hattin okkar Við erum búin að fara með þessar sjálfar núna eftir og kaupa báðar flíkur Ég veit það og þú veist, ég bara einhvern veginn hafði ekki gefið Lindex tækifæri hingað til, ég bara skoðaði ekki einu svona fötin, getur vel verið bara það hefur verið Sko, ég alltaf elska nærfötin og sundbóluna, en svo oftast eiginlega bara barnaföt. Já, ég hef bara keypt barnaföt. Þannig ég hef alltaf tengt þetta meira í þá áttina. Og svo líka reyndar sem komið líka óvart, mér fannst Lindex vera orðið svona bara eiginlega frekar pricey. Mér fannst það orðið bara frekar dýrt. En svo núna þegar hérna opna aftur, þá var aftur komið eðlilega verðið. Ég veit ekki hvort það sé ég eða eitthvað, eða hvort að þau hafi Já, bara með 9 ekstra spurningu sko, en verðin kom mér óvart Já, komið mjög óvart En hérna, við erum með báðar ekki blanað í fötum allan buxum frá Lindex, ég valla búin að fara úr mínum þessum
Já, ég er búin að vera að flytja geðveikar, sko. Ég er búin að vera að flytja og þetta er eins og joggingbuxur sko, það er svo þægilega, svo er það líka bara flottar. Það er mjög flottar þær, þú veist alveg skvís. Já, og þú í gallabuxunum. Takk, já. Heldur betur og auðvitað skotnir við þarna vorum... Sko, ég valdi með strigaskó sem að því ég er strigaskó kona, ég á alltaf mikið að strigaskóm og það er alltaf gert grína mér þegar fólk kemur að kíkja skósafni mitt. En ég er samt alltaf, hef alltaf verið með svona ákveðin stíl, en núna fór ég allt annan stíl. Og ég er bara búin svona að unlocka núna nýjan, allt inn er pláss fyrir fullt að nýri tegunda strigaskó. Já, sko, ég er ekki vissum að sé endilega gott að við erum greinilega með sama smekk, keyptum okkur báður hana glimmerbuxurnar. Mér langar sjúklega mikið í akkurat þessa skó. Þeir eru geðveikir. Já, þeir eru svo flottir, sko. En ég náttúrulega hefði ekki getað verið ófrumlegri þegar ég valdi mér skóna. Ég fekk mér bara sömu típu af New Balance og ég átti, hendi hinnum. Ég var náttúrulega búin að ganga og bara, þeir voru ógeðslegir. Þannig ég fekk mér það aftur, en þetta er líka bara klassískir skór sem að bara passa við allt og er svo þægilegir. Já, en að því að sko myndaðilin náttúrulega stökknaði, að þá er ég í ljósbláum Adidas Gazelle sko með bleikum röndum og eitthvað svona grænt aftan á, þeir eru sturlaðir. Sko, þetta er eiginlega svolítið fyndi að ef maður heyrir þessa lýsingu myndum maður ekki halda þetta að vera fallegt og þetta er svona eins og þegar þú varst að lýsa hugmyndinni að nýja konseptinu af vörumerki, logoinu. Já, þegar varst að segja hérna skerpleikt með gulu og neongulu. Ég bara, ertu að grínast? Svo þegar maður sér þetta, þá bara einhvern veginn er þetta. Það bara virkar. Já, þetta virkar og já, það er gaman að segja frá þessu. Já, ég er allan ógeðslána með rýbrandi í okkur, mér finnst það geðveitt og ég held að við séum svona ég held að sýnir líka svolítið að við erum að fara svona meira bold, meira stærra minnst að við erum að leggja áherslur þú veist, eins og með hvernig við erum að leika við erum með svona 2 punkta í merkinu okkar sem er bæði, þú veist að afsækja enskursleitnar, svona representa okkur tvær og svo getum við notað til að leggja áherslu á hluti og ég er svo ánægð með þetta, mér finnst þetta svo skemmtilegt þegar þetta verður almennilega komið á stað og svona kontenti og vá, enskursleitnar ég veit það, ég bara elska bæði íslensku og ensku þannig að stundu þarf bara ensku til að lýsa tilfinningum það já, það fólk veit hvað við minnum en við erum eftir að ræða eitt samstæðstæðilega í viðbót það er rétt, við ætlum að taka okki sko það er rosa margir sem kunni ekki að bera fram okki mér var svo gott að hann sagði bara, þetta er eins og hokkinum að sleppa háinu það er bara einhvern veginn það er útrúlega margir sem eru otsi og hvað heyrði þinn daginn? Ósje Já, ég hef heyrt það líka, ósje Nei, bara okki Já, það er kannski hljómar random samstagsæðileg en við vorum einhvern veginn þegar við vorum að ræða svona okkar bara sameiginlega áhugamál og gildi og hvað við værum að leita að það vorum við að tala þú veist, við erum alltaf komið mat, við erum komið fatnað og okkur langaði líka að hafa einhverja svona aftreyingu eða við erum alveg duglegar að gera þú veist, að fara og hafa gaman, gera eitthvað skemmtilegt fá okkur eitt kokteil kannski tvo fá okkur smá eitthvað góð mat þannig að bara geðvikumatur okki elska pizzunar hana já, það er náttúrulega bara ruglgóðar sko en það sem við einhvern veginn sáum í okki er að þarna ertu bæði að fá svo skemmtilega upplifun og afþreyingu og góðan mat það er ekkert margir staðir og líka fallegan stað já, það er ótrúlega flott og það er alveg að fyndi hvernig þetta mitt enda top of mind hjá mér að því að þegar við vorum að skrifa nýra blað allt svona sem okkur datt í hug sem passaði að því ég þekki einna meðandunni þar og hann var búin að vera að sína með brandið og hann ég er búin að vera að fylgjast líka með auglýsingur og svona og mér er svo gaman hvernig ég nota bara svona lítið element eins og nota píluna í markasefni í alls konar bara þegar þeir eru að taka sína happy hour þá er svona píla eins og þessi glas, svona kokteilglas og hvernig þeir eru búin að gera svona alls konar lítil sniðugt svona content og efni eins og með selfie selfie stólinn inn á baði þú veist bara strax að þetta er okki þegar það taka alla konur mynda sér þetta er speil sem það fer enginn inn á þetta baðherbergi sko, það bara er þannig sko. Þannig að það er hægt að gera það þarf ekki alltaf verða svo stórt það er hægt að gera svona lítil atriði og svo allt inn bremmitt ég komin í eitthvað hlaðvarp löngu setna og þá er okki komið á blað af því þá er bara einhvern veginn top of mind Já, þetta er bara frábært konsept hjá þeim og skemmtilega afþreying og góðu matur og líka fyrir starfsmannahópa sem eru til dæmis í Kringlunni því okki er staðsett í Kringlunni þannig að við mælum með Já, ég er mjög pepp fyrir þessu samstarfi
En þú komst aðeins inn á og þekkir einn af eigendunum. Já. Og það nú sennilega frá þinni fyrir sögu sem við ætlum aðeins að koma inn á. Já. Og kannski bara förum aðeins inn í það en þú þarna ert mjög oft kend við gamla fyrirtækið þitt, gamla vinnustæðin og fyrirtæki sem þú stofnar á sínum tíma að komst að stofnunni. Já. Þetta stafræna auglýsingastofan Sahara. Já. Og hvernig finnst þér að vera alltaf þekkt sem alltaf kend við Sahara? Það er svo fyndið, þetta er einmitt þetta er svo sér íslenskt að hvað við erum alltaf kend eða við við erum alltaf með eitthvað svona kenniliti, hvað sem þessi tengt við vinnustæðin eða ert með eitthvað gammalt gælunafn eða eitthvað, það er einhvern veginn að ég talaði um þetta við einn vinn minn sem býr í Bandaríkjunum og hann var bara, fólk veit ekki eins og hvað ég vinn það er enginn að pæla í hvað ég geri, hvað meinar þið? Nei. Þannig að og að því við ætlum að vera mjög einlegar og heiðarlegar og ég fór alveg gegnum bara ótrúlega mikið bara svona identity crisis og þegar ég var hætt og búin að selja mig út og þá er ég í veikindaleyfi líka og stór hlut að því fór bara í að bara, hver er ég og hvernig fólk að þekkja mig og mun allir bara gleyma mér eða er ég þá bara Arna Þorsteins eða hver er ég þá? Ég fór meira þess að það langt að ég fór að kíkta á Íslandingabók og aðtöku hvert ég var með eitthvað ættanafn. Nei, alvörinni? Já, að ég var bara eitthvað random ættanafn sem þú hefur aldrei heyrt. Já, ég var bara please, er ekki bara eitthvað ættanafn sem ég get tekið upp hérna. Nei, þetta er bara, það er ótrúlega skrítið að gangi í gegnum þetta því að áður fyrr, var ég bara Arna Þorsteins, Arna HR eða Arna úr Garðabæ eða Arna vinkona þessara, ég veit ekki. Já. Og svo allt inni var ég búin að vera í svo langan, í rauninni stærstan tíma af mínum ferli er ég Arna Sahara og þetta er svona alltaf búin að byggja mig upp bara mitt identity, mína þekkingu ég er svona ólst upp þarna þetta var náttúrulega bara, bara svona mín fyrsta ást liggur við. Já. Og og svo er kannski ég gefi mér það, ég veit ekki það en kannski partur af þess sem langar ekki að losa þig við þetta því að þetta eru þetta fyrirtæki sem þú byggðir upp og erfitt að vera alltaf en ekki lengur partur af þessu, ég bara er að hugsa þetta núna með að segja þetta, eins og ef að Helgi í Góu myndi selja Góu einmitt, hver er hann þá? Já, ég meina, hann yrði samt bara alltaf Helgi í Góu ég veit það eða Svafa í 17 þá hann myndi selja fyrirtækið en á sama tíma skil ég líka að þú viljir fjarlæði þessu og vera ekki alltaf þekkt sem nú er þetta komið annað fyrirtæki og ert bara þannig að þetta er alveg þetta er smá svona örugglega, ég held það og að því að þetta er líka, ég held líka svo á sama tíma ótrúlega með þeim og allt sem þið eru að gera ég er svo ánað að hafa verið hlut af sögunni en svo hins veginn núna er ég einhvern veginn ég er komin út en maður er samt einhvern veginn aldrei almennilega komin út, fattar þau? Þetta er ótrúlega skrítið tilfinning að þykir og svolítið vænt eitthvað en samt langa að slíta sig frá því á sama tíma að það sé ekki það eina sem einkennir þig að þú sért ekki að þú sért ég er svona þetta er svona meira svona þegar maður kynna sig einhvern veginn, það bara, kannski maður að tala um einhvern gamlan, sem maður ekki maður að tala lengi, bara hæmans þegar var Arna, var hjá Sahara. Akkurat, ég get ímyndum að þetta sé svona pínu er nú þegar mömmur er að koma úr fæðingarorlofi þú ert bara búin að vera mamma og svo ertu búin í fæðingarorlofinu þú ert samt alveg ennþá mamma en þú ert ekki bara mamma þú ert með fleiri hætta og ert ekki bara kynnað alls það sem mamma það er bara tímabil sem búið en er alltaf með þér en fer það í taugarnar þegar fólk kynniði til dæmis sem Örnu sem stofnaði Sahara eða? Nei, alls ekki það fer ekki taugarnar að því að ég er svo ógeðslega stolt að hafa tekið þátt þetta er svo hvað ég segja þetta er svo mikið afrek og við byggum til svo mikið nýtt mér finnst Sahara hafa rutt veginn fyrir svo margt sem er í dag og ég er svo ótrúlega stolt af því hvaðan við komum og hvert við fórum en jú, það er svolítið erfitt að kannski með svona identity crisis að bara hver er ég þá, hvernig vilja fólk muni eftir mig núna, er ég að skrifa nýjan kafla eða er ég ennþá í sama kafla en allt í einu bara er sagan breytt eða ég veit ekki, kannski er ég bara að ofhugsa þetta. Ég veit það ekki, ég er ekki með rétt að svari. Nei, ég held að það sé ekki rétt svar. Pælingar og eitthvað neinn. Já, nú ertu bara Arna í vörumerki. Já, nú er ég Arna í vörumerki. Við viljum byrja með það. En þarna talandi um þetta svona
einkennin og þetta, þá kannski erum við hæfið að fara í liðin sem við ætlum að vera með hérna í hverjum þætti og spyrja viðmælendur. Ég er mjög spennt fyrir þessu. Já, ég er það líka og þetta er liður sem er í boði skor.is, samstæðsaðala okkar. Rétt. Og hérna, þetta er liður sem heitir mitt persónulega vörumerki, eða ekki? Jú, og þú að byrja? Og ég að byrja? Já, alls saman, en ef við gera 1 og 1? Já, er það ekki? Jú, gera það. Skiptumst á. Þetta er semst útskýrumannskonseptið eða hugmyndina bak við þetta, að bara við ætlum að fá viðmælendur og byrja á því sjálfar að útskýra svona okkar kjarnagildi eða einkenni svona fyrir hvað við viljum standa og svona, já. Og þetta er ekki hvernig við viljum vera. Þú veist, ég er ekki bara að segja að ég sé rosa skipulögð og nákvæm og þó ég myndi vilja vera það, þá bara er ég það ekki. Nei. Þannig að þetta er bara okkar persónuleiki og svona fyrir hvað bara hvernig við sjáum okkur endurspeglast út af við. Já, bara hver er okkar kjarnagildi. Já. Á ég að byrja? Ok, byrja þú. Efst á listanum hjá mér er frelsi. Það er í rauninni sterkasta gildi mitt. Og þetta er einhvern veginn, já, ég hef bara svo mikla þörf fyrir að móta mitt líf og mína vinnu á mínum forsendum í rauninni. Ég get ekki verið bundin við stimpilklukku og vinna eftir einhverju stífu skipulagi sem einhver annar segir mér, þó ég myndi svo mikið vilja vera svona 9-5 típa sem gæti bara alltaf mætt á sama tíma, verið með ákveðin verkefni, fara heim og skilja allt eftir. Eins. Nei, ekki endilega, við veist bara einhvern veginn, ég vill bara geta verið, heyrðu, það geggja veður úti, ég ætla bara að fara heim núna og þá vinn ég kannski bara lengur í kvöld. Ég vill bara stjórna mínum tíma sjálf, ekki því ég vilja vinna eitthvað minna eða eitthvað. Þá maður eiginlega að gera öfugt. Já, algjörlega, það er enginn sem fer sjálfstætt til að vinna lítið. Sko. En einhvern veginn bara, þegar ég er að vinna að einhverju sem er mitt, sem ég stjórna, mér líður eiginlega aldrei eins og ég sé í vinnunni. Ég svo sammála. Bara til dæmis eins og núna í þessu ferli sem ég er búin að vera, tala við framleiðendur og svona sem er hinum minn á hnettinum. Ég hef þurft að vakna bara stilla vekjar klukkan 4 á nóttinni og ég hugsaði stundum, mér finnst það bara ekkert mál að því ég er að gera þetta fyrir mig. Ef ég væri í vinnu, þá væri ég bara, býtu, ætlar hann að fara að láta mig vakna klukkan 4? Það er yfirvinna. Já, bara ég þarf að skrifa einn á mig tíma og bara af hverju byrjar hann ekki þennan. Það er einhvern veginn allt öðru sig að gera þetta fyrir sig. Já, það er það. Mjög gott gildi. Þetta er bara númer 1, 2 og 3 og bara einhvern veginn endurspeglast í öllu. Frelsi til að bara haga mínu lífi eftir mínum forsendum. Já. Og einhvern veginn bara það kemur svo margt inn í þetta, bara að þóra að breytast og þróast og leyfa sér að gera nýja hluti. Já, ok. Ég er ekki með þetta að skrifa mér en ég hefði viljað að skrifa þetta hjá mér. Númer 2, eða nei, áður en ég fer áfram, þá kemur þú með fyrsta þitt. Kem ég með fyrsta mitt, all right. Herðu, ég ákvað bara að velja, ég er með mörg gildi en ég ákvað að velja þarna mitt af þessum 3. Og að vera drifin er held ég það sem að flestir í kringum mig segja ég sé og ég veit að sjálf að ég er. Þannig ég ákvað að setja það efst. Drifkraftur, já. Það er mjög viðandi fyrir þig. Já. Ég hefði sannlega að skrifa það ef ég var að lýsa þér. En ég er alveg, ég læt hlutina ekki sitja á hakanum og þegar mér langar eitthvað að þá fæ ég einhver svona ofurorku drifkraft sem kemur í gang og ég finn alltaf einhverja lausnur og leiðir til að bara láta hlutina gerast. Já, búið til heima sér einu kvöldi. Já, það er eitthvað, ég veit ekki hvað er sem kemur yfir mig en það bara kviknar á einhverju og ég fer bara í gang og ég bara, það bara gerist eitthvað, ég finn alltaf einhverja leiðir og lausnir og það er ótrúlegt og þótt ég veit sjálf ekkert hvað ég ætlaði að gera. Nei, eins og þú sagðir þú byrjar bara. Já, ég bara byrja, einmitt. Og ég nota hana drifkrafturinn bara til að skapa og framkvæma og fá góð hugmyndir og hreyfa hlutina áfram og ég held að það sé líka svolítið ástæð fyrir ég get gert margt. Ég er ekkert best í einhver einu, ég er bara góð í mörgu. Ég er bara svona, Mjög góð í sumu. Mjög góð í sumu, já. Þetta er mjög lýsandi og viðandi, ok. Já. Eins og við getum bara tekið það fram, við erum ekki búin að við erum ekki búin að ræða þetta. Og við vorum bara með þetta að við gætum verið með eitthvað í sama en það er bara að hafa það. Já. Næsta listanum með mér er húmor. Right. Það er bara, það er örgulega margir viðmælendur eftir að segja þetta svona, en þetta er bara mjög mikilvægt fyrir mig og ekki að því að það þurfi alltaf að vera svo fyndið, bara heldur að
húmor bara léttir á hlutunum, brýtur í sinn og bara gerir mann einhvern veginn svona mannlegri og mér finnst það bara, ég er ekki að segja húmor af því að ég er svo fyndin. Nei. Bara ég nota þetta. Jú, þú ert fyndin. Ég er að segja, ég er að meina þetta þannig að mér finnst húmor vera svona ákveðin tegund af, ákveðin tegund af svona greind, að geta séð hlutina frá öðru sjónarhorni og einhvern veginn tekið svona smá fjarlæð frá sjálfur sér og einhvern veginn. Ekki allt svona alvöru gefið. Nei, bara finna léttlegan þó að aðstæðunar séu ekkert fyndnar og að bara geta einhvern veginn, ég ætla hana að standa fyrir það að taka, ég get tekið sjálfa mig alvarlega þegar þá við, en ég vil líka alltaf vera með eitthvað svona ákveðin léttleika og svona, það er bara eitt af mínu gildum. Já, það er flott gildi. Númer 2 hjá mér var að ég skrifa hugulsum og ég held að bæði tengist með bæði persónulífinu og svona í atvinnulífi en ég valdi þetta því að mér er annt aðra og ég tek tillit til annara hvort sem ég þekki þá eða ekki og hef held ég bara alltaf gert og þú erum meðlega samkennd og ég vel mér til dæmis ég vel alltaf eitthvað góðgerðarverkefni og ég er líka okkur með stjórn hjá góðgerðarfélagi þannig að þetta er hlutir sem skipta mig máli og ég kannski þar helst bara minna á að sýna sjálfur mér hugulsemi ef það er eitthvað svona sem að maður ætti að taka til sín Því að í styrkleikunum þá getum maður líka það er alveg veikleiki líka það er alveg þessi góðmennska og svona umvikið sem við getur það er mjög þunn lína á milli meðvirkni Já, það er það og ég get alveg klárlega oft farið yfir í meðvirkni yfir þá línu en maður þarf bara ég bara er alltaf að kynna sjálfur mig betur Já, þetta er flott Ok, 3. og síðasta ég var með nokkur en ég valdi hugrekki Þetta er ég veit, ég er ekki að tala hugrekki að vera ekki loftræddur eða þurfa að fara í sípana eitthvað heldur svona bara þetta hversdagslega hugrekki bara gera hluti þó maður sé óöruggur þóra að byrja, þóra að breyta stefnu það væri voða þægilegt fyrir mig að vera ennþá áfram í 9-5 vinnunum minni og það væri voða þægilegt að vera bara einhvern veginn í mörgum aðstæðum sem ég hefði auðvitað að geta fest í en bara einhvern veginn að segja nei þetta er ekki gott fyrir mig og bara stíga út úr aðstæðum sem maður er ekki ánæður í þóra bara skipta umhverju flytja og þetta er allt eitthvað sem maður krefst hugrekkis og mér finnst það líka bara partur af þessu að vera með þetta podcast og vera opinskár með ferðlega sem maður er að fara í framöndan með vörumarki og svona, mér finnst þetta bara ákveðin tegunda hugrekki og og þetta þýr ekki að þau eru alltaf að vera fullkomið bara einhvern veginn eins og við erum búin að segja og munum segja að byrja og þannig að ég vil standa fyrir það þau eru ekki alltaf að vera tilbúðar með byrjar og bara þóra að breyta til og vera hugrakkur Sammála Yes Síðasta hjá mér var að ég skrifaði sjálfstæð en það hefur svolítið svona gegnum gangað hjá mér alltaf verið að ég er og þarf að finna að ég sé með mitt sjálfstæði að finna að ég geti stað á einn fótum að ég geti tekið minni eigin ákvarðanir og fyllt minni eigin sannfæringu og þótt að ég sé bara mjög hrædd og jafnvel þótt að aðri sé ekki sammála mér og kannski þótt að aðri myndu aldrei gera hlutina eins og ég að ég hef svolítið lært að bara að standa með sjálfur í mér og svona ekki endilega ég er náttúrulega, maður er alltaf að æfa sig að láta ekki skoðunar annara hafa áhrif á sig og allt þetta og ég er alltaf í bilaræfingu með það, örugglega eins og flest allir en leið að ég byrjaði svona að setja þetta kannski niður á blað hvernig ég er einmitt eins og þetta gildi að vera bara sjálfstæð að geta og ég stend með sjálfur mér þó ég ger hlutinu öðruvísi þó að það virki skrítið fyrir aðra að þá er ég alltaf samt að standa með mér og ég er svolítið að gera þetta margt að þessu svona út frá þeirri hugsun og stundu fæ ég alveg sektarkennd eða líður kjánalega að vera að gera ekki hlutina eins og allir aðri myndi gera þá og er bara, okkur er ég alltaf eitthvað svona öðruvísi, okkur get ég ekki bara gert eins og hinir en það er bara ekki ég og
ég alveg þurfti alveg virkilega, þú veist, að vera svona tókstriti við sjálf mig með þetta, bara, get ég ekki bara gert eins og hinn, get ég ekki bara verið svona, af hverju get ég ekki bara hugsað svona. Já, þetta bara rýmar rosa vel við þetta sem ég sagði fyrst með frelsið, þetta frelsa sjálfstæði, það er þessi tilfinning, af hverju getur maður ekki bara verið í það vinnu bara og þú veist, liðið vel bara eins og 99% fólki verist gera. Einmitt. En það að bara einhvern veginn viðurkenna þetta og eins og sé skrifa þetta niður og bara líta á þetta sem hluti af persónuleikanum sínum og það er bara mjög gott og ég bara ætla að hvetja hlustendur til að hugsa þetta svolítið, þú veist, það væri vilt að segja bara eitthvað svona típist, bara eitthvað skipulega, eða bara svona, en virkilega líta inn á við og bara hver er ég og ekki leyfa öðrum en til að hafa áhrif á það því að þau eru öðruvísi. Nei, og líka bara þó einhver hafi aðra skoðun á því hvernig þú gerir hlutina eða hvað þú ert eða eitthvað svona, þú þarft ekki alltaf í fyrsta lagi, þá er ekki nauðsynlegt að fá álit á öllum hlutum hjá öllum. Fyrir utan það. Og þú veist, ég er allavega búin að læra það að ég er ekkert að spyrja fólk um álit áður en ég gerir hlutina, ég segi þeim kannski alveg eftir á, en ég er ekki að hlusta á ráð frá fólk, eða hlusta á álit fólk sem ég myndi ekki endilega biðja um ráð frá, það er mjög gott. Sko. Ég tók 1 punkt úr hlaðvarpi fyrir einhverju, ég veit ekki, árið 2 ára síðan, ég man ekki í þessu lélega með tímalínu, sem að Lína Birgitta sagði frá þegar hún var að tala um sína vegferð. Og það var að hún var fljóta að læra það við hverja hún væri að biðja um ráðið að segja frá okkur hlutum, að því að veist, fólk er í svo mismöndi stigum í lífinu eða mismöndi sporum að þú ert kannski ekki að fara að spyrja með manneskjörn sem líður best í 9-5 og finnst það besta umhverfið fyrir sig. Þú ert ekki að fara að biðja hann um ráð að þú ætlar að vera ekki með stempilklukku og ekki með kannski vinnustaf og ekki eitthvað hinsegin. Það er náttúrulega bara fyrir þessari manneskjörn bara glóruleg hugmynd. Akkurat. Já, þetta er mjög góða punktur, sko. Maður þarf að bera sig við. Maður þarf svolítið að finna fólki sem passar ekki endilega að vera að fá já-fólkið, heldur fólki sem kannski skilur aðstæðunar og getur kannski komið þá með, skilur eitthvað góðan speil. Já, líka bara það að sætta við að þessi manneskja kannski hristar hausinn yfir því sem þú ert að gera, en þú myndir ekki vilja skipta að gera sem hún gerir. Og það er bara allt í lagi. Þið þurfið ekki að rífast um það og komast að niðurstu. Þið er bara sammála um að vera ósammála og við erum ekki öll eins og einhvern veginn, mér finnst þetta er góð punktur. Já, en heyrðu, við erum komnar hérna með ansi langan þátt. Við ætlum að setjast niður og taka örstuttan svona fyrsta kynningaþátt. Þetta er örugglega það sem koma skal. Gæti alveg trúa því, sko. Við erum alveg til að festast í lungum samtölum, en vonandi hefur einhver gaman af þessu. En við skulum kannski fara að hella okkur í síðasta liðin, eða næsta lið. Við erum nefnilega með ansi skemmtilegan fastan lið í þáttunum. Viltu segja okkur frá hann? Æðibiti dagsins eða æðibiti þáttarins. Æðibiti vikunar. Hvað sem við viljum kalla þetta? Já. Við ég er mjög spennt að taka þetta fyrir og ef ekki bara skiptast á með þetta. Ég teki eitthvað þátt og þú aðra þetta. Jú, þú byrja núna og ég er með næst. Þá ætlum við bara þannig útskýrum þetta. Þá ætlum við að velja æðibita vikunar í hverjum þætti og þetta er mjög opið. Já, þetta er ekkert eitthvað sem er í samstarfinu eitt. Við erum bara að velja sem að okkur finnst áhugavert hverju sinni. Þetta er vissulega samstarf í liðurinn er í boði góu, æðibiti þáttarins, en hver æðibitin er, það er bara mjög random. Já, og það þarf ekki að vera eitthvað fyrirtæki, það má vera einstaklingur, það má vera hvað sem er. Þannig að ég er spennt að vita hver æðibiti vikunar er. Þú ætlar að byrja. Sko, það er eiginlega börnin mín sem er ástæðan fyrir ég ætla að velja þetta vörumerki sem æðibita. Ég ætla allar að fara að segja börnin ég væri æðibitir. Nei, þau eru það fyrstulega líka. Já, bara oft típist. Nei, Nei, við sem sagt við kaupum Örnu mjólkurvörur og þau voru í Rýbrandi daginn og það er svo litríkt og flott og mér finnst þetta svo rosalega vel heppnað hvernig umbúðinar eru. Að sonur minn, ég hef sjaldan séðan hlaupa jafn spenntan í mjólkurkælinn í Krónunni í alvörunni og þegar hann sá að því að ég man ekki hvort þú eru búin að sjá þetta í sjónvarpinu eða eitthvað og svo sá hann fernuna og þetta var svo mikið moment að því að við eigum alltaf sett Örnu abimjólk í ískapnum og þetta er ekkert sponsað eða neitt bara Arnavaldi Örnu já, Arnavaldi Örnu en mér bara, þetta er bara eitthvað svona
ég bara svona dedicated fan grilla og mér fannst bara sko hvernig, þú veist, þarna var ekki búið eitthvað herrferð, ekki búið hafa hann eitthvað svona áhrif, skilur eins og oft gert náttúrulega með þegar verið að lonsa svona nýju en bara sjá svona spennuna, hún var svo spenntur að fá þetta inn í ískápin og þetta var bara svo krúttlegt mér fannst þetta bara svo mikið æði já, þetta alveg æði þetta líka finnst mér svona gott dæmi það sem að ef maður sæti á fundi og einhver væri að lýsa fyrir manni þessu nýju ferðnum og svona eins og með skóna, ef einhver lýst þessi fyrir manni maður þarf bara að sjá þetta en að kíkja á nýju umbúðunar og allt nýja lóki hjá Örnu, flott sammála þessu enda þáttinn á þessum nótum og það náttúrulega spennandi þáttur í næstu viku mjög og næstu þættir, við erum búin að taka upp 2 og þeir verða geggjaðir það eru mjög skemmtilega viðmælendur framundan, svo sannlega en takk fyrir spjallið í þessum fyrsta þætti og hlustendur, takk fyrir að hlusta við ætlum bara að minna líka á Instagramið okkar heldur betur, við ætlum að vera virkar þar heldur betur og við erum undir nafninu Vörumerki og við ætlum að vera með þátt á hverjum 5. degi, allavega næstu 12 vikurnar og það rétt, þannig að við erum örgulega búin að gera með fleiri þætti það verða lágmark 12, vonandi og líklega fleiri en þannig til í næstu viku og segjum bara takk í dag Takk fyrir